Já, Sigurjón, nú stutt í maraþoni hérna á Esjunni, Mount Esja Ultra Marathon. Já. Þú ert að fara að taka þátt í þessari vegalengd. Hvernig hérna er staðan á þér? Góðu standi? Já, ég bara í toppstandi. Þetta fyrsta skipti sem ég tek þátt í þessu hlaupi. Ég hef aldrei keppt í maraþon áður. Var í 50 km hengli núna fyrir 2 vikum og líka minn bara furðu góður eftir það. Þannig ég bara mjög spenntur fyrir keppninni. Frábært. Hvernig svona undirbúningurinn? Auðvitað eftir að fara í mörg hlaup og fleira en var einhver sérstakur undirbúningur fyrir þetta hlaup eða hengilinn skilur þessi aðdragandi að þessum 2 hlaupum? Nei, það bara svipað svona ár eftir árinu. Þá bara svona þegar fer að líða sumrið þá fer ég að lengja svolítið hlaupin og koma mér í standirinu bara fyrir allt sumarið og styrktarþjálfuna nota ég til að vera í standi fyrir eins og svona hlaup þar sem mikil hækkun. Þannig ég reynir bara að taka 30-40 km hlaup fyrir fyrsta hlaup sumarsins, langa hlaup og svo bara held ég mig góðum í gegn. Hvað á döfinni svona meira í sumar? Laugavegurinn eða súlur eða hvað? Já, það var í gamla reyna komist í súlur, vertikal, í nýju vegalengdina þar. Það verður ábyggilega bara eitt af stærstu hlaupum sumarsins með þá þessu maraþoninu. Svo var ég skráður í CCC erlendis en það náttúrulega datt niður út af COVID en þá bara verðum að reyna að finna eitthvað annað í staðinn. Já, hvernig með eins og götuhlaupin? Sjáum við eitthvað á götunni eða? Já, ég reynir nú eitthvað að taka einhver götulöp, 5 og 10 og svo spurning með Reykjavík maraþoni, hvort maður tækli það heilt eða hálft eða hvað maður gerir sko. Já. Ég ætla að leyfa því bara svona að koma í ljós og hlaupa svolítið eftir tilfinningunni bara. Já. Hvað með eins og undirbúning fyrir svona fjallahlaup? Hvað er svona uppáhaldstegund á æfingu eða finnst þið skilað svona mestu? Það fer náttúrulega eftir bara hvaða fjallahlaup maður fara í hverju sinni. Fyrir svona hlaup sem er mikil hækkun og það er náttúrulega bara frábært að æfa á Esjunni, taka nokkrar Esjur. Eins og fyrir hérna 50 km hengilinn og eins Laugaveginn þá er heiðmörkin, hún hittir svolítið í mark og eins hérna Hvítasunnuhlaup Hauka að fara þær leiðir og Tindaleiðina líka. Þá svona ertu með aðeins hraðari hlaupaleiðir sko. Annars bara að blanda þessu fjallatreili svolítið saman, það er bara skemmtilegast það sko. Já, hérna og núna er bara, þú semst í fínu standi eftir hengilinn, engin eftirköst? Nei, bara ótrúlega góður, 7-9-13. Já, frábært, gangið vel, takk fyrir þetta.